Það stóra spurningin á You Ready Now. Klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 13. Hörru, ég bara fatta það núna. Föstudagurinn 13. ágúst. Vona það sé ekki að hræða neitt. Ef svo þá eitthvað aðviðkomandi því að það hefur enga þýðingu. Og Mötley Crüe komin í fóninn og FM 95 Blöður hafið göngu sína á, bara geggjum föstudegi. Það allavega sturla viður í bænum og ég held að sé bara geggja viður all land. En við erum ekki komin hingað til þess að ræða veðrið á Íslandi. Við erum komin hérna til að reyna að skemmta London við svona cirka 2 tíma. Höfum Blöndaleiti ég og í mínu sæti. Það ekki fullu bátur í dag og það orðið mjög sjálfgæft. En ég ætla að byrja á fyrirliða þáttunum sem mætir að sjálfsögðu alltaf. Hann á sínum stað Egill Einarsson. Ég tek mér ekki frí. Nei. Þú hatar frí. Já, ég hata frí. Myndirðu flokka sem að workaholic? Ætli það ekki? Ætli það ekki, já. En ég verð að vera ósammála með eitt núna, Þú sagðir að gott viður Reykjavík, ég vona þessi gott viður all land. Ég vona að sé ógeðslegt viður á Akureyri og Egilsstöðum og það notið því að af hverju? Nú er ég búin að vera hérna á höfuðborgarsvæðinu í einhverjar, ég veit ekki, 6 vikur. Já, þú meinar að sé komið tíma og við fáum gott viður og ekki þau. Já, og sé allt þetta fólk sem þarna, svo ég vinur með Stóri og Akureyri, hann búin að senda með mjög leiðilegu skilaboðum sem hann að tana og eitthvað og ég í The Sharer hérna. Ég vona, það var gaman ef þetta myndi snúast við núna út ágúst. Ok. En ég elska þetta fólk frá Egilsstöðum og Akureyri en ég vona að sé ógælt við það. Já, en áður við kynnum hér inn litla bróðið þáttunins, hvernig ert annars? Ég bara ekki verið betri held ég. Okay. Það svo nýr. Nokkuð góður, við fyrir kannski betur yfir það á eftir. Ég er að skriða saman. Já, hvort menn séu upp á 100 en Steindi Junior, hann var nú svo brjálaður á þessum snöppum okkar frá Locarno. Hann ákvað að henda sér í smá sól og við dæmum ekki fyrir það. Það ætla bara að vera í ykkur 4 daga. Og eins og ég sagði, litli bróðið þáttunins, Rikki G mættur hérna, verður velkominn. Já, takk hérlega fyrir. Það hefur ekki verið, við vorum að fatta þegar við tókum upp klefa í dag sem við by the way sturlar, komum betur inn á nættir. En við höfum ekki verið saman í FM Blöð í svona rúm 2 ár. Ég myndi halda það. Allavega 2 ár við 3 sko. Ég tók einn þátt fyrir þig þegar þú varst pappi. Já, þú regnast baby, þá tók ég einn þátt með strákum. Já, þannig að það er bara ekki góður. Jú, ég get ekki verið betri. Ég var að koma úr 4 vikna sumarfríi þar sem ég er búin að elta sólina og ég er ekki búin að vera undir 22 gráðum í 4 vikur. Þannig að ég er bara fínt að komast í útvarpið. Já, þú ert að keyra bara á einhverjum húsbíl og elta veðrið eins og mamma mín. Segi nú ekki húsbíl, ég er á Fellísi sko. Við skulum ekki fara að uppgreita með eitthvað svakalega. Fellísi. Keypti mér nota Fellísi í vor og það var bara fín fjárfesting. Já, þú keyptir þetta? Já. Þú varst ekki að leiða? Nei, keypti mér bara Fellísi og það er helviti þægilt að keyra þetta. Þú ert engastund að tjalda þessu og fínt að drekka bjóru fyrir utan Fellísi og bara leið vel. Fellísi er ekki maður. Elti bara the sunshine. Já, elti bara verið. Veisla. Ok, tóku auðvitað gómurinn í Richard. Hann var að taka bara vel í hann. Trublaðist aftur að mætir í bæinn? Nei, ég gerði það náttúrulega alls ekki. Fólk að hlaupa eftir Fellísi? Nei, ég held að enginn hafi þekkt mig hvert sem ég kom. Jó, ég held að Hvað? auðvitað gómurinn þekkir Richard. Já, einhvers sem segir mér að vera hlaupað eftir kallinu. Hvaða staður stóð upp úr og ferðalaginu? Fallegasti staður sem ég kom á var klárlega Seyðisfjörður. Hann kom á óvart. Já, þannig að þú verður ekki farið á krókin. Ég fór á krókin líka en ég er náttúrulega búin að gera það svo oft. Varstu með bundi fyrir augun þar eða? Nei, ég var bara með vondar minningar þannig. Ég vilt að skemmtar og fer þunnur og lítill hlaðan úr bænum. Reyndar Seyðisfjörður, ég verði að taka undir það með eitthvað. Hann er mjög fallegur. Seyðisfjörður? Já, mjög fallegur. Og hvað varstu, útilegur ekki eitthvað að skoða söm og hvað er þetta? Skoða Ég veit ekki, hvað er að gera? Hvað er á Seyðisfjörði? Ég er bara bærina, bara mikið að veitingastöðum. Fossar. Sáum hérna sem örskrið fór niður og geggjaði golfvöllur. Getur þið fengið að cold refreshing beverage hérna? Já, það er lítið mál. Það er held ég hægt allstaðar. Við erum út í það að fara. En ég verð hins vegar að ég verð að spyrja ykkur. Ég var á okkur ferðalagi Ísland. Þið voru hætti í Locarno. Ég verð að spyrja áður að við skiptum umræðinu. Hvernig er sumarfríi búin að fara með köttið þitt? Það er ekki búið að fara vel með það. Nei. Þú þurftir að koma þess að Ég var að hún sem myndi sleppa sko. Nei, af því að nú ætlum ég að segja Hvað sagði ég við þið rétt áður fórst í sumarfrí? Ég hrósaði mig. Ég sagði bara, herðu, það var mikið maður Rikki út, maður taka alveg sumar, leit ógustlega vel út. Ekki það, og lítið vel út ennþá í dag. En ég sé að þú er aðeins tapaðir. Já, alveg tapað mér aðeins. Ég var á 23 daga túr. Fórst ekki heimdinn 23 daga?
Nei. Það er rosalegt. Það er ekki komið heim frá. Hvað varstu? Nei, ég var bara út ég tók hringin og svo hélt ég áfram. Og ég og kona, við legðum húsbíl síðasta sumar. Við vorum í 6 og ég var að fara að keyra fram að Bjargi. Já, ég meina, gat ekki meira. Hversu leiðileg Valdís voru náður út þegar við erum með þeirri, ég elska út á lífinu 23 dagar straight með Richard sko. Herri, það In the devil to hell. Hvað er ekki læg með þig? Ég er mjög skemmtilegur og oft verið mér í ferðalög. Valdís er núna bara í vinkonuferð í 3 mánuði. Má ég spyrja, finnst þér í leiðilegur þegar við erum að ferða saman? Ég var að segja það, en þú veist, en 23 dagar Damn the devil to hell, hvað er það að tala um? En býtu, þú áttaði því að hún býr með honum 365 daga ásinn, sko. En þú getur ekki þrauka 23 daga. En þegar maður er í útilegu og er á felli svo með eitthvað svona ferðagrill, þú ert ekki að pæla í hvort setja að komast í kjúklingasalat. Þetta eru pilsur, þetta eru hambúrgarar, einhver kjöt í Þú veist þú getur grilla kjúklingabríkur. Já, ég bara Ekki eðilega þetta fyrir Richie. Nei, auðvitað, þú veist sumarbrík og drannjóta. Mikill bjór og svona, en nú ætlum ég bara að taka mig í gegn aftur og það er Groundhog Day, þannig það er bara back to business. Já, ég fíla það. Þú mættur aftur í vörk á FM 957. Fyrsti dagurinn minn sem ég tali í útvarp í 4 vikur. Og mættur aftur á Monday. Rétt. Og hver er með þér inn á Monday? Tommi Steindors. Við ætlum að sjá hann brennslinu næstu viku. Það er ekkert aðeins að finna ná ekki. Já, það er topp maður. Já. Ég fíla hann tveir, hann er búin að vera mjög góður á exinu. Já, en nú verð ég að fá. Af því að þegar ég var í frí, ég var að klára fríið mitt. Ég var að koma heim núna bara á 5 miðvikudaginn. Þið voruð á kvikmyndahátíð og ég veit ekki hvort það hefur verið eitthvað fake, en voruð bara eins og actually Hollywood stjörnir, því að lúkkaði þannig, letuð að lúkka þannig að var þetta bara í alvörinu svona? Þetta var svona. Það var ekkert fake þarna. Þetta er að súrealískasta sem ég lendi í á æði minni. Af því að það er bara, þegar það er verið að senda bíl og eftir mann allt sem maður vil fara á eitthvað og blaðamenn að stoppa og tala við og rósa myndin og eitthvað, þetta var mert sæti og mert borð og þetta var alveg. Já, ég veit ekki, þetta er ekki oft farið í svona félagarnir. Er þetta þá staðfest? Er þá Ryan Gosling að fara að leika því í Hollywood og Jason Statham þig þá í Top Secret eða? Það væri enda rosalegur anur. Og líka áskulur hendi Ryan Gosling og Jason Statham. Það er tveir mjög huggulegir. En síðan kemur allir byrju ljós, minna þú veist það er ekki búið að tala keppni og kemur ekki ljós fyrir held ég á morgun eða hinn hver vann í þessari keppni. En byrju, hvað gerist? Ég held að enga líkur að við sem að vinna. Hvað gerist þá? Hvað myndi það gerast? Það gullna hlébaran sem er flottast að stytta af hlérbara síðan séð sko. Það er í rauninni eina sem gerist. Það kemur einhver hlébarði. Fá einhver pening eða? Það held ég ekki. Það er bara heiður. Það er eins og að fá Óskarinn, það gerist ekkert út. Bara vinnu sem besta mynd. Og var borga allt undir raskatöku? 5 stjörnu hótel bara. Já sko, Lilja hjá Pegasus eiginlega bara splæsti svolítið á þá sem vildu koma. Þannig að hérna smá pepp á hana því að oft út að framlega svo bíómyndir og tímenningin splæst hún eitt sko, en hún bara hendi hellinga liðan út og... En fenguðu þess að snekki, var hún á kvikmyndaháttíðina að þurftið að taka hana sjálfur eða? Nei, ég legði hana bara sjálfur. Hún tók það bara á snekki sjúkur. Það er líka stór hættulegt að það er í blóðun á honum 4 daga í röð sko, þá tekur hann ekki sína besta ákvarðinni. Ég er að viðurkenna það. Við sá reikningin á hans og spurði hvort hann var í rugl. Nei sko, ég elska hann að gæja sem er að segla okkur, Fredo, ég sakni sem þú skilabóð á hann. Þú átti bara eftir að fara í sleik við hann sko. Ég elska hann að gæja. Einu vandamlega hann er fast út því að því miður er þetta ekki en ocean. Þannig að getið sagt við Fredo, höfðu gamlinn, er að sigla til Íslands og en hann er fastur hann eitthvað stöðar í Sviss. Sko, vera með fullri vinningu fyrir snekkjónum hérna á Íslandi, en það er smá munur, ef þú hoppar hérna út í sjóin, þá er þetta ekkert eitthvað bara að syndum og koma svo aftur inn á snekkjuna, þú deyrðu gulda sko. Myndur þú vilja vera á snekkju hér? 20 gráða heitt vatnið hann. 20 gráðu heitt vatn. Þú veist kannski ekki svo heitabóttur en svona semi. En hérna, sko, fyrir þá sem er ekki góður í landafræðin eins og ég, hvar er Locarno? Ítalíu megin í Sviss. Já, það er eiginlega bara komið. Það tölu allir ítölsku á veitingastöðum og bara störtlaða pítsur og rauðin. Og kannski bjargaði með The German og segði það ekki með vita að ég talaði ekkert eðalega góð þýsku sko. Nei, ég heyrði aldrei talað þýsku þarna, þannig að hægt að ljúa hlustundum, við gerum það ekki sko. Þú varst ekkert lappandi talandi þýsku sko. Ég gæti sagt I'm B. Já, ég get það líka og ég kann ekkert í þýsku. Og ganz mikið það er bara plutskilkisaðan. Gæti sagt það líka. Mistu mig þarna reyndar. En sko, málega þetta var ítalið megin og á mikið ítölsku veitingastöðum og Mushroom elskar pizzur. Já. Elskar það, hann vil ekki burgers. Nei, pizzumæður. Þannig að hérna, og þessar pizzur hann var ekkert eðlilega góðar. Svona Napoli-pizzur. Já, þú ert ekkert að kenna Ítalum að gera pizzur sko. Veit ekki alveg hvaða svona pizzur á Íslandi kemur nálægt í að ná þessum. Nei, ég hef sko, kannski allt, náttúrulega okkar uppáhaldspizzur er shaken pizza, en það er töluvert öðruvísi heldur en þessar ítölsku sko. Það bara hannig. Hérna, ég sá líka á story, varst þú og Sveppi saman í rúmi? Já, veit. Það var ekkert bara þeir, ég saf með Hannes í rúmi. Hann er 2 metrar sko.
Já, veistu, hann nákvæmlega. Þú veist, þetta voru pínleiti bara, veistu, við vorum ekki ykkur svítu þarna. Það var sagt við okkur, ef við viljum fjölga hópna sem fer út, þá þurfum menn að sofa saman í rúmi. Og þú ert að tala við menn sem eru bara aldnir upp við það í sjónvarpsþætti að sofa saman upp í rúmi í strákunum og 70 mínútum eitthvað. Við erum svona alltaf minn feril, sko. Bæði sofi og þérblu og gilsaður, ekkert mál. Nei, það bara kósi. Þetta var svona, til að bara klára þetta var eiginlega bara svona surrealist dæmi, sko, líka að fara á myndina í bíó og það var uppselt á hana, það máttu vera, hvað var það? Ég held að vera 1500, það voru held í 1700 manns á myndinni sem máttu vera, en það tekur 2000 eitthvað. Hvað er markmið ykkar í Íslandi? Er það 150.000 manns í bíó? Nei, það er bara markmið að sem flestir farið 150.000, ertu eitthvað rugglaður? Ég veit ekki alveg að ná helmingnum af allir þjóðinni í bíó, sko, En ég var líka að hugsa á myndinni af því að sko þessi Locarno-hátíð, þetta er mjög virt hátíð og hún er svolítið arti. Myndin okkar er ekkit arti út í það að farið, sko. En ég satt, ég gleymi ekki, veist, að því mér fannst svo gaman. Ég var að sjá myndinni fyrsta sinn bara fullklifta. Ég vildi geyma það fyrir Locarno. Svo satt ég að náttúrulega, ég var að hugsa, ok, það eru svo margir í salnum núna sem hljóta verið að hugsa bara, hvaða geimsýra er þetta? Og það kom ykkur aðrið, þá var ég bara svona þá voru þau alltaf að kíkja, en svo eru bara allir að klappa og fagna og ég eitthvað bara ákveð, þau eru bara fílit, af því að húmórin í myndinni er rosalega. Var hún sýnd á íslensku bara með texta eða? Já, með ítölskum og enskum texta, en húmórin í myndinni er rosalega ætlaður Íslendingum. Það er alveg nettur engahúmór sem bara Íslendingar fatta. Já, nokkur atrið sem bara Íslendingar fatta, en þess var svo gaman að fylgjast með í salnum yfir hverju var hlegið þarna. Það var ekki einhver Íslendingar í salnum, sko. Og ofta maður bjóst við hlátri og komið þögn, maður bjóst ekki við hlátri, allir sprungu, það var mjög weird. En leiði ykkur eins og alvöru Hollywood-stjörnum, var fólk að fá áritanir og... Ég sagði bara þegar ég kom heim með kona mín, ég var bara meira þarna á sýningunni og þegar hún var búinn, ég fónast ég bara að grenja. Elska, grenjandi blöð, sko. Sér var ykkur blaðamenn að stoppa okkur bara og þögt okkur veitingastöðum og horfði á myndirna og sérst elska þarna. Þetta var ekki leiðilegustu 5 dagar ræði minnar, sko. Ég líka að svolítið luxury út að ferðast með Mushroom sem eru eitt sem blöðþekkjara nákvæmlega líklega fyllast sem maður of all time. Eina sem þetta að gera var að vera með síman uppi og þegar hann gerði eitthvað fyndið ít að record. Það var mitt eina verkefni í ferðinni því að stundum detturinn trúðinn og það er engin fyrirvara á því, sko. En ég mista á nokkur mómentum sem ég hefði elskað á þeim, sko, en ég bara voru hægur. Já, það er líka stundum á maður bara að negla símanum niður og njóta, sko. Ég leiði þjóðir að njóta. Það er verið að senda mér hægt að spyrja hátíðina hvenær í anskotan verður myndin frumsýnd hérna á Íslandi. Það átt að vera 27. ágúst og það er sannlega verið að fresta út þessu COVID. Sko málið er bara það, sko, Þórólfur hann þarf að fara að gera það, sko. Já, ég hef aldrei elskað þetta lífinu, sko, svo allir veit það. Hvað er staðan ykkar núna í þessu love and hate relationship? Akkurat núna? Já. Er hann king? Nei, ég hata henni í augnablikinu, sko. Ekki sé hata, ljótt orð. Ok, ég hef aldrei hata King Þórólf. Er hann klán hérna núna? Nei, ég held að Þórólf þurfi. Hann er topp maður. Ég elska hann á lífinu og ég sé það á hann. Þú sérðu það á hann með topp maður. Bara hvernig hann 5 sekúndar viðtáli sér ekki Þórólf er topp náðungi. En ég held að þurfi frí. Því að sko, nú er búin að vera snúast í kringum þessa veiru og raskat okkur í Íslandingum núna, ég held að langan tíma. Það er bara orðin eitthvað gegnum sýrður af þessu COVID-drasli. Hann þarf bara að hann þarf að fæta tenni 3 vikur slökku síman. Já, þau eru ekki að fá hann í blöðkastið í svona langt spjall. Já, það væri frábært. Ég held að við getum alveg náttúrulega spjall. En það er líka, sko, ég hef aldrei tuðað yfir COVID. Ég er bara svona, ég er mesti bólur sem hún finnur. Ég er bara svona, ég eldi hjörðina. Hvað kallar það með aftur einhvern tíma þegar þú erum í erlendis og maður bara eldir alltaf hjörðina, hvað sagði þetta verið hjarðhegðun eða eitthvað? Ég er alveg þar, ég er bara ok, ég treysti bara besta fólkinu fyrir að gera þetta, ég fer á vinsælustu bíómyndir, ég er bara svona bólur út í gegn. Og ég hef alltaf verið bara, maður það bara að treysta þeim fyrir þessu, nema þetta er svona fyrsta sinn sem að ég er pínu sjálfur að gefast upp. Ég fór á leik í gær, enska úrvalsdeildin byrjar á morgun. Það verður tróðfullur Old Trafford. Rétt. 70 og hvað, 6.000 manns. Ég fór á Víkingur KR í gær í byggarnum og sjá hérna hverfisliði og Skara svila hérna að keppa. Allt í henni bara sagt í kallkeru, það er verið að fylgjast með okkur í sjónvarpi, ég byrði fólkum að taka upp grímur, og náttúrulega mátti ekki eins og vera fullu völlu til að byrja með. Ég er bara svona, nú hlýtur fólk að vera að grínast, af því að það var nóg pláss á milli hjá fólki, það sat enginn í svona einhver öng þveitið, eða hvernig það orðar. Það er ekki bara að nota grímur og getur ekki tryggt metersregluna. Jú, svo þeir sögðu þetta svona 3 svar. Við vorum að fá aftur tilkynningu, það er verið að fylgjast með okkur í sjónvarpinu. Viljið þið setja upp grímur, þá
gafst ég upp, ég bara herðu. Nú ég komin nóg að þessu kjaftaði sko. Býtu, hvað er það? Ég var eftir öllum reglum í 1,5 ár. Maður get ekki sest utandir og hort á fótboltaleik. Það mjög stórt að Blöð sem búin að setja fótið niður og komin nóg sko. Þarna gafst ég upp í fyrsta sinn. Að því ég sá líka bara hvernig þetta erlendis. Við erum komin langt fram úr bara held ég flestum þjóðum í bólusetningu og öðru og allir búin að fara eftir öllu. En samt eru allir að aflétta takmörkunum nema við erum að fara í hináttina. Við erum komin sko miklu lengur en UK í það er bara að fylla vellinu. Og sér nóg bara eitthvað 3 færum á spítala og hann fer á hliðina sko. Þetta er mjög Svo líka, ég myndi aldrei fara að rakka sko, fólki sem er að vinna í heilbrigðiskerfinu annað. En er þetta svona daburt hjá okkur að það var komið 10-11 manns að þá bara, hvað ætlar að gera ef að rúta fyrir út af? Já. Og segjum að sé 40 manns í rútunni ef það get ekki 10 verið að inni. Sko ég segi, höldum áfram að gefum þessu Janssen-liði að booster, sprautum 12-15 ára greiðslíkana. Nú ætla ég að hætta að tala um COVID, ég var pyrraður á því. Og köllum þetta sem bara dag. En til að svara spurningunni einur ekki, það tók kannski smá tíma þá leið og megum fylla bíósalinn. Þá verður hún sýnd. Já, bara, sko, það væri leiðilegt að fara með mynd í bíó. Þetta er svona stemmingsmynd. Það verður að vera fullur salur. Já, veist, og líka, þú veist, að fólk með grímu í bíó þóttu með pop og kók, sko. Það er helviti þreitt, sko. Það er ekki hægt, sko. En einu sem við vitum er að fólk með fara í bíó þegar hún kemur, sko. En það er bara smá mútkiller því að við finnum alveg hita núna. Það verður gaman að setja henni í bíó eftir 2 vikur, sko. Svo líka svo fyndið í flugvél. Ég og Hannes vorum leiðin út, fengum okkur 2 alveg. Þú þarfst að vera með grímun þú ert að drekka að borða hann. Ég ákvað bara, ok, ég ætla bara að drekka og borða alltaf leiðin. Og ég stóð við það. Ég var alltaf að taka sopa eða borða eitthvað sko. Ég og Mössum gerðum að nákvæmlega. Við erum snillingar. Hvað ég er mikill aðdáðandi að leng kvikmynda. Þetta er svona grín hasarmynd. Hvað er hún löng? 96 mínútur. Já, fullkomin lengt. Þetta er þessi Take On Cash. Þú veist, gömlu aksjómyndina voru alltaf bara 90 mín. Og Fast and the Furious eru 2,5 tíma. Það var mikið sko. Svo mjög fyndið sem kom upp að blaðamannafundi í Locarno að það var búið að reikna að budgetið okkar bíómynd var 0,03% af síðustu Fast and the Furious mynd. Basically trailerinn hjá The Rock að leigja hann kostaði meira en okkar bíómynd. Það er helvítið skrítið maður. Ekki með alveg sama budget. En við erum með rosalegan þátt handa ykkur í dag, kæru hlustendur. Ég lof ykkur að þið eftir að elska klefan sem við Rikki fórum í fyrir í dag. Ég hef mjög gaman að láta Rikka ringja og bjóða sig fram sem veislustjóra. Núna svona nýttu okkur, þetta var á COVID-tímum og hann var komið með nýtt konsept í... Nei, ég var ekki komið, þú lést mig komið með þetta konsept í veislustjórnin hjá sér og það var að lýsa brúðköpum svona eins og fótboltalýsandi og ja, þetta var óþægilegt ríkala þekkið ekki er á sínum stað. Við ætlum að jafnvel að fara í flottulagakernina og hvaða lag myndir spilaðu og eru á snekki. Spurningkefni Gilsarans, hvað er með þar? Það er bara þetta því að við vorum að koma frá Locarno, King of Being a Movie Star. King of Being a Movie Star, ok. Ég ætla ekki að segja að þú sért a favorite Blondell, en ég veldu svolítið Richard. Hvernig má það vera? Ég meina, er hann ekki búin að leika í fullt af bíómyndu? Hvað ég leiki í mörgum myndum? Já, slett 0. Hvernig get ég verið með þessari keppni? Já, ég er út með þínu. En hvernig þá? Ég hef aldrei leikið í bíómynd. Og það sem fylgir að vera movie star er ekki bara að leikið í bíómynd. Það er lífstílinn sem fylgir að vera movie star sko. Lífstílinn svo Hörðu, varst ekki að kaupa þér hjólísi og ferðast með þeim alltaf? Já, nota fellísi frá 2007. Það er þá movie star. Þegar var ég frí í 23 dagar röður, Richard. Já, því ég er bara launþegið. Það er bara að taka mína sumpur í stað. Já, ég tek þetta í þessu. Já, þannig að bara eins og heyrið, kæru hlustend, við erum í gír og sko, ég var bleið einhverju, ég ætlaði að leyfa Rikka að velja bubbalag í dag en svo langaði mig bara ríkala að heyra þetta lag núna og þetta er aldrei fór í suður. Mikið staðist það, baráttan er vonlaus ef að miðin eru dauð. Bubbi Mortens aldrei fór í suður en það er komið að slúðri hér í F95 blöð og ég er með svona ágætis pakkandi ykkur. Jú, já, ég ætla að byrja á, ég veit ekki. Ég var bara að lofa sjálfum mér sem það fyrir einhvern tíma fjall ekki þetta. Kardashians? Já, veistla. Sko, það er einhverja samsæriskenningar í gangi núna netið að fljúandi netið að Kylie Jenner sé ófrísk aftur og hún átti víst afmæli á dögunum og tóku margir eftir að hann var að birta gamla afmælismynd af sér. Það sem hún var með sömu gerfuneglur og hún var með fyrir nokkrum mánuðum síðan og þeir sem vita allt Kylie segja að hún sé aldrei með sömu neglu tvisvar og aldrei lengur en í mánuð senn. Vá, hvað er mikið að gera oft hjá sömu fólki. Hver veit þetta bara? Ég skammast mín eiginlega bara fyrir að vera fellið mitt. Og fyrir utan það
Mér gæti ekki meira saman Þannig ég með þessu, ég ætla að fara í eitthvað annað skemmtilega Jennifer Aniston og já, þetta aðeins skemmtilega svona því að við horfum ekki allir á Friends Rétt. Já, ég skil ekki fólk sem rakka niður fólk sem horfa á Friends Ég diskaði þetta á sínum tíma og skammast mér ekkert fyrir Dave Schwimmer og Jennifer Aniston þau vist ekki að deyta þau búið að fara fram og tilbaka sem skellur sko. Já, það hefur verið gaman Það hefur verið romantískt Því að þau eru bæði á lausu menn nú var Schwimmer að staðfesta að þetta sé algjört kjaftaði þau áttu vist að hafa sérst á einhverju stefnumóti en þau eru bara vinir og þetta þegar ég var að lesa þetta nú steindi á tenni í smá fríi ég veit hann að hlusta, hann ætla að hlusta á sundlaugabakkanum Þetta í fyrsta sinn sem ég verðilegt að vera sammála steinda það kæmur ekkert á óvart að þau séu svona að leyfa þessu að fara í fjölmiðla því að það orðið helviti langt sinna að fjallað þau í fjölmiðlum þetta svona, ég ekki að segja að þau verða alltaf legend en það ekki orðið helviti langt sinna að Dave Schwimmer og þau voru framan á einhverjum blöðum Já, Jennifer Aniston alltaf Jennifer Aniston ég skilnum með hann það alltaf ekkert að frétta í honum sko. Nei, þú veist eins mikið ég mest Jennifer Aniston aðdándi bara sem hún finnur en hún ekkert í mörgum bíómyndi núna hún reynda var í þáttunum þarna Hún satt á besta fyrirlin eftir Friends þá búin að bara pakka öllu þessu liði saman eftir það sko en David Schwimmer var nú einhverju seríu daginn sem ég nefndi aldrei að horfa á Já, hún var á Netflix og bara ein seríu og það náttúrulega bara ástæði fyrir hún var hræðileg sko Hver hefur svona Horrible Bosses, Jennifer Aniston það ekkert eðlilega fyndið Já, hún geggjum Hver hefur farið svona verst úr þessu eftir að því að mér fannst öll góð í þáttunum Hver hefur svona það Joey vinnur okkar? Nei, Matthew Perry, já Bæði útlitslega og svona hvernig hann lifir lítur ekki vel út Nei, og já, þegar þú segir það líka eina sem hann að gera núna að selja eitthvað bóli með einhverjum Chandler setningum og veist hvað, fekk hann réttin á því Það eina sem ég sé hann gera á Twitter og Instagram hann auglýsa einhverja bóli með einhverju línum Og það ganga vel hjá hann En David Schwimmer búin að eiga vel við sig hafið þið tekið til því það ekki bara þau öll? Sérstaklega hann sko Hérna hárið að tala sko Lítið aðgerðislega Já, hann vel botoxaður og Alltaf eins og sé öll að keira á móti strekkingsmyndi sko Þetta agalegt, ég skil ekki Það sumir sem geta gert þetta og gert þetta vel það þá ekki bara því að gera þetta í svona minni skömmtum fólk hugulega sem gerir ekkert endur svo dúkkur faglega mat en svona í restina myndi vilja að þau myndi byrja saman myndi að gera eitthvað fyrir ykkur Það var alveg gaman sko Þetta var náttúrulega vinsalasta bara sjónvarspar 10 ára Ég segi miklu vega Brad Pitt og Jennifer Aniston myndi mér gera miklu meira fyrir með en David Schwimmer og þau voru ástmækin Mér veist Jennifer Aniston verið way out of his league sko hjá Schwimmernum Brad Pitt og hún smeltpassa saman sko Það er enda góð punkt Ég held ekki að þau séu þá dating svona secretly Þetta þitt faglega mat Þitt faglega mat Mitt faglega mat það að þau séu meiri vinnir Ok Svo í lokin þá eru vinir Ben Affleck að segja að hann hefur aldrei verið að nástfangin frá því að kynntist honum og hann í dag af Jennifer Lopez hann fyrir og heimsækir hann á setti í öllu sem hún gerir og þetta sé það besta sem hefur komið fyrir hann Basically hann var komin hálunir í klósettið eða það er allt í gangi hann núna Já, geggjaði leikari og leikstjóri Já, en hann var farin að eiga anservitt Þau voru snekkjus og við félagarnir Já, þeirra var svona 10.000 sinni dýrari sko. Já, það er bara, ég held að þú hef komið þinni snekkju inn í þeirra sko. Þau voru á snekkju, sant? Já, voru á rosalegri snekkju Það var að viðkennast Já, bara lífið leikuð Ben Affleck Já, herra, ég er að sjá þetta myndir að þeim og hversu vel lítur Jennifer Aniston út talandum að fara í einhverja lítið ef hún að gera eitthvað svoleiðis þá er hún að gera það hárrétt Ég held að sé bara Ég held að hún sé náttúrulega Ég gleym aldrei atriðinu í break-up það var bara mitt besta atrið þegar hún var að lappa hérna eftir ískápin break-up með Vince Vaughn Já, það er reynda geggjum mynd það var samt það var ekki Jennifer Lopez Nei, þú sagði Jennifer Aniston Nei, ég var að segja núna, talandum Þú sagði Jennifer Aniston? Já, og vorum að tala Jennifer Aniston og lítaðegir svona Sér hvað Jennifer Lopez leitur vel út, ég ætlaði að tala það Hún ekki einhver rétt, sko J-Lo og Ben Affleck Máli er að ég held að J-Lo sé nú aðalega bara Ég held að hún sé ekki búin að vera í marga lítaðegir Nei, hún hugsi bara vel sig Hún aldrei drukkið áfengi Nei Ég get staðfest það á heimferð minni frá Locarno og það hefur ekki góð áhrif á húðina og annað Ég heldist svona 13 ár þegar ég kom heim og ég held líka þau eigi séns núna Lopez og Affleck því að hann hættur að drekka og hún drekkur ekki og hann var á kafi í drikkjunni sko þegar þau voru saman síðast Hann réð ekki vel við það, allan ekki með sögurnar frá Íslandi Nei, maður heist að
Hann hataði ekki sopan. Já, veist, hann Ég held með þeim. Handlaði ekki vel Já, ég held með þeim. Já, Þau eru flott þetta er par sem ég Frábær leikari. Sammála. Við ætlum að fara í auglýsingar og svo það, þekki eða ekki hér í það næst. FM 95 Blöð. Já, það næst þannig. Ég ætla ekki að segja ykkur hvað verður í Nei Þetta eru Justin Bieber og The Kid Laroi hér í FM 95 Blöð. Ég held að þetta sé vinsælasta lagi í heiminum í dag. Svo með þá. Það passar. Ó, Íslandið ekki. Jú. En það er hins vegar komið að dagskrálið sem heitir Þekki eða ekki og þetta er í fyrsta sindirikki sem að þú ferði hérna dagskrálið. Alveg hár rétt, laka mikið til. Já, og þetta er eins og alltaf 4 spurningar og maður sé þó að sé nú ekki farin út og ætli að hafa lagið undir svona, það er ekki ekstra þessu, það eru Það er alltaf annað sem fyrir út, eða ekki? Jú, já, eins og ég sagði, það eru 4 spurningar svo alltaf og eru þið með eitthvað svona preference, hvor eitthvað fyrir út? Mér er alveg sama, hann að lefa ekki að ræða þessu. Veit ekki, það er jafn óþægilegu liður eitthvað neginn, þú vil lefa þið bara blöð, þú mátt bara stjórna þig, ég raunin Já, hendum þá bara Rikkanum út til að byrja með. Ok. Byrjum þetta á agli hérna. Drullaður út, Richard. Það er ekki að drulla sér út, þetta er brút. Og loka, ég rétti upp hönd. Ok. Herðu, þá erum við bara 2 hérna fyrir aðeins, gósi. Já, en þetta er, Ertu ekki Svo ég hef góður? sagt áður, ég er alltaf hálf stressaði fyrir dagskólið en Já, Tekið þetta á kassann? ég held að það er ekki neitt eitthvað svona. Ég held að þú verður ánægð með þetta. Já, Ég eiginlega lofa þér í. Fyrsta spurning, hvað hugsaðu mest um? Þú sagði ég mest um Já. Hvað heldur þú hugsið mest um? Já, ég ætla að sé ekki hvaða góðverk get ég gert í dag. Ætti þessu kjafta, það eru fyrir eitthvað hlutabreiðið þín sko, ég þekki þið rétt, ógeðið þitt. Svaraði hreinskilið við ljúum ekki hlustendum sko. Þetta er málið. Ég hugsa, ok Þú mátt ekki að hugsa hvaða góðverk get ég gert í dag. Málið, þetta motto um þetta er Já, segðu satt allavega. Eitt góðverk. Hlutabreiðið þín eða heilsaðin. eitt góðverk á dag. Nei. Er það góðverk á dag? Málið, komboð með þetta Sko, eitt góðverk á dag er algjört minimum. Já, hvaða Þannig góðverk er þetta búin að gera í dag? Já, ég hef búin að lífga búið daginn hjá ég náði til bjór fyrir Richard á kúljakan. Vá, því líkt Og góðverk. mottoðum mitt er Já. eitt góðverk á dag. Þannig að ég er alltaf í svona vesinni og þið vakna á morgnan og ekki hvað og það verður erfitt að gera 365 góðverk á ári sko. Nei, ekki að þú kalla það að segja bjórhanda félaginu góðverk. Þá er það helviti lett sko. Hvað er svarið? Hvernig er ekki að svara þessu? Hvernig þú gerir Það er góðverk? þetta. Já, ok. Má ég ráða hverju ég svara? Lói Bergman. Já, það þarf bara að vera satt. Ok. Hvernig ég gerir Hvernig góðverk hugsa mest um hlutabrið? Ég er ekki Steinþór sko. Hann er í Síanpark núna, djúvel öfunda ég Steinþór. Já, hann er að hlusta, hann var að senda Hann mér. var að posta mynd á granni Hvernig gerir góðverk Við erum leiku við hann sko. dag. Herðu, ok, næsta. Hver er þinn helsti veikleiki? Ég get svarað fyrir, það eru nokkri sko. Já, getur þú svarað fyrir mig? Ég vil ekki, getur við byrjað á þér og svo tekið við. Ég get svarað fyrir þig. Já, ég var til að heyra kannski, það ég var búin að skrifa, tvíhöðin er svona einhvern veginn alltaf sem poppar upp. Veist, ekki eitthvað líkanlega tengt. Þá, ég hef spurt Ok. af því nefnilega. Hvað er helsti veikleiki inn á líkamæðinu? Líklega bara ég er of kurteis. Hvað minn góðu maður. Ísus, ég nenni ekki að töði þér sko. Hvað? Já, bara við tökum fund eftir þátt. Það banna ljú í þessu sko. Það var rugl. Hvar líður þér best? Mér líður best hvar? Já, mér líður vel heima á mér, mér líður vel í geiminu, mér líður mjög vel í Locarno með þér og Mushroom og Hennes og fleirum í hvað líður mér best? Allir hreinskili svar var ekki heima eða the gym. Heima eða the gym? Já, þú veist, ég mynda hvar er í anskotunum að vera líða betur en þar? Ég veit það ekki. Tenni, ég veit ekki, jú, ég líður mjög vel tenni líka sko. Hvað sé að tenni það? Nei, ég er ekki getur glesið það. Þetta er ekki þannig, þú átt að svara satt. Nei, svo ok, heima. Heima, ok. Það er ekki sér 100% tenni, ég ætla ekki að hann vinna þessi keppni sko. Þú ert að nýskilja hann að lið svo. Ég þarf Þetta er keppni, sko. Ég þarf að tala við þig sko. Ok. Já, þú átt að svara satt samt. Þetta er hversu bara þekki hvern annan. Það er name of the game. Þetta er ekki, það er ekki byggar í velunni þetta sko. Nei. Ef þú mættir að hafa leiki aðalhut er ekki hvaða bíómynd sem er, hvaða mynd er þið fyrir valinu? Það er eitthvað sem 90s action myndum sko. Já. Sko myndið sem Ekki einhverju svona Óskarsverðlaun? Nei, sko myndið sem pop-up er Commando, Tango and Cash, Predator.
Líklega Predator út af byrjunaratriðinu í þyrlunni og þegar hann hitti The General inn í húsinu og hann segir okkur when you call it regular on me what it needs us for Somebody accused you of being the goddamn best Hann er Predator Já, ég sé þetta allt oft og sýnir mér þetta bara í hvertin sem eru fullist Predator Ok, það eru dröðlega fram og ég var fram núna Já Richard Hækku aðeins hérna, það er ekki komin inn Henskilin Richard Já, ég var aldrei vantan eitt upp á það Nei, það er reglan í þessu Jæja, árum lösir við hann, hvernig liður ekki? Pínu stressaður eiginlega bara, sko Þú veist þess að ég að fara í ykkur yfirherslu, Nei, þetta er oft verið miklu verra Ok Ég var eiginlega þægilegur við ykkur í dag Fyrsta spurning Hvað hugsaðu mest um? Hugsa ég mest um? Já, góð spurning, bara svona sem ég er alltaf að hugsa um með það Já, bara hvað heldur þú hugsað mest um? Það er svona mest on your mind Já, því hvað sé boring, ég hugsa náttúrulega mest um bara íþróttir, fótbolta, ég er náttúrulega bara endalaust, já, eina sem ég pæli í er fótbolti Ok, þannig að þú hugsa mest um fótbolta Já Ok, þá er það næsta hver er þinn helsti veikleiki? Hvað er þetta langur tími? Hvað er svona hvað poppaði svona fyrst upp? Ég er rosalega kvatvís og tekur rosalega mikið af vondum ákvörunum af kvatvísi Ok, hvernig þá til bara, þú veist, fjárfestingar, ég kaupi sé eitthvað geggjaðan eldgamlan BMW sem ég kaupi á 2,5 miljón og tapa öllum peningunum á honum, sko, á nokkrum mánuðum, sko Hvernig gekkar að selja hann? Það gekk hræðilega, ég tapað, sko, þú veist, ég keipti hann á 2,8 og ég seldi hann á 1400, þú veist, á einu ári, sko, það droppaði hann 1,4, sko Það er svona, sko, kvatvís er minn veikleiki En hann eitt ekki miklu þessi bílið það? Jú, hann eitti 2200 Það með þetta 1400 bílinn pluss allt bensinnið Hvað var það fyrsta sem ég sagði við þú getur nú bíl? Já, þú sagði bara, er eitthvað að þér? Er ok, kvatvís Það er svona kvatvísi, svona ákvarðanir út frá kvatvísi Ok Þá förum við í þriðju spurningu og hún er hvar líður þér best? Líður mér best Já Hvað líður kallinu best? Mér líður náttúrulega Mér líður mjög vel á tenni en það er bara svo sjaldan að ég geti ekki komið með það Nei, það er voða tenni kallinu Já, Við veitum að þetta fara til, veist Það maður að svara eitthvað að segja líður best með fjölskyldu sinna, má ég vera bara Þú bara vera reynskilinn, hvað líður best? Mér líður náttúrulega langbest á golfvelli, sko Okay. Ég bara fæ hvergi aðra eins huga ró og bara góða velíðina tilfinningu eins og út á golfvelli, það er mjög bara reynskilin Já, út á golfvelli Já Þá er það síðasta, ef þú mættir að hafa leikið aðalhutverki, hvaða bíómynd sem er, hvaða bíómynd er þið fyrir valinu? Já, bara hvaða bíómynd sem er Já, og það varst þá þú sem leggst í henni Og karakterinn og allt Það sjálfsögum Ég hugsa að ég hef verið helviti góður Ég hef verið heldur góður sem Zach Galifianakis í fyrstu Hangover myndinni Þannig að þú hefði mótt leiki hvaða bíómynd sem er, þá var það Hangover 1 Það er ekkert eðlilega góð típa, sko Já, reyndar það er góð punktur í þetta Svona smá holdafæri svipað og jafn litlir og ég hef bara það að láta vaksa Það var reynda viðbjóslega finnir Já, ég hef verið til í það Það hefur líka verið skemmtilegt á tökum í Vegas og Já, Bradley Cooper Já, klálega, ég ætla að taka þetta Herru, ok, það var bara vel gert Þá þarf ég eiginlega að koma inn að hann sér mig Þetta var ekki erfitt Nei, ég var helviti þægilegu við ykkur í dag Það verður að viðkynast Ég held að steindi þessi brjálar og sundlega baka núna hvað ég hef verið góð við ykkur En Máttalega vera á til þægilegur Já, þetta var samt allt spurningar sem ég langaði að vita Það er það sem þetta gengur út á Það þarf ekki alltaf að vera hvað þetta gerir í rúminu En núna byrja challenge, sko Ég þarf að giska á hvað þú sagði Já, mig Já, nei Já, sérst bara Hvað hann sagði sig Já Og hvað þú sagður sig Hann þarf að segja hvað þú sagði Ég þekki nú Richard helviti vel Ég myndi halda ef allt var eðlilegt ég var með 4 punktar Ég þekki þig líka mjög vel Ég ætla að segja 4-0 Ég ætla að byrja þér Egill Og hafa hefst keppnin Ég spurði Rikka hvað hugsaðu mest um Hvað er ekki mest um? Já, hvað heldur hann að svara? Ég veit hvað er ekki hugsa mest um, sko Hann hugsar Sko, nokkur hlutir Hann hugsar mikið um bjór mat og kynlíf. Þetta er þessi 3 hluti. Bjór, mat og kynlíf. Þetta er þessi 3 hluti sem hann hugsaður. Sko, og það er vel 1 hluti af þessu. Já, þú verður bara að svara hvað heldur hann að sagt. Samlíf.
Heldur hann hafi svarað því? Heldur ég hef sagt bara, já, ég hugsa mest kynlíf. Ef þú er hreinskilinn. Það ég sagði þið rétt á það og ég labbaði hérna út. Ef allir ekki allir hreinskilinn en það. Það myndi ekki svara þessu. Nei, ég er bara aldrei í lífinu. Herðu, hann hugsa mest fótbolta, þannig að það var ekki stig. Nei, man you're okay. Hvað heldur þú að Egill hafi sagt? Hvað hugsar Egill mest Hverju svaraði hann? Sko Egill, svona sem að ég þekki honum, Egill er peningasjúkur, hann hugsa mjög mikið peninga. Já, sama og ég sagði. Þannig að það er svarað þitt. Já, nei, hann hugsa vist mest hvernig hann að gera eitt góðverk á dag. Dreftu mig ekki! Þetta er bara ógeðslegt. Ég nánast að Þetta var hreinskilin í þessu. Byttur ekki. Það er eiginlega vísnaður og kenni. Nei, ok, ég er ekki verið með svona leik, sko. Nei, hvað mennur? Þetta er bara lí. Ok, hver náði kaldna fyrir þaðan og kúlir eftir þaðan? Er það góðverk? Og hvað er það annað? Herðu, svo spyr ég þig núna, Rikki, á undan. Ég spurði Egill hver er þinn helsti veikleiki, hvað heldur hann að sagt? Það verður hans veikleiki. Já, hver er helsti veikleiki Egills? Hans veikleiki, þú veist, hann hafi svarað, ég myndi segja hvað hann áttu upptekinn í símanum, maður stundum nær ekki sambandi við hann, sko, bara löngum stundum, sko, maður er kannski með honum ekstra og reyna að halda upp í samræðum og hann heyrist ekki í honum í 5 mínútur og maður reyna að tala við hann, sko. Já, það var svona svar sem að meikaði meira sens, en hann sagði að maður er of kurteis. Þannig að það er niður ekki punktu fyrir þig. Alveg, vænti. Þú ert að svindla, ég bara segir það. Ég reyndar ekki að vera hrósaður svarið þér, Richard. Ég er með skjáfínt, sko. Já, og það var bara hárið rétt svar. Þetta er mögulega að fara í meðferð út af skjáfínt, sko. Og ég get líka bara staðfest að þú ert ekki of kurteis. Nei, bara það er eitthvað sem þú vættir að hugsa að vera meira. Láttu mig þekkja það, einhver sem þekkja það ára ég. Hvað er staðan núna? Það er 0-0. Ég spurði Rikka hver er þinn helsti veikleiki og hvað heldur þú að Rikki hafi svarað? Sko, ég held ég með þetta. Sko, hann hefur verið í vesinu með nokkuð hluti, eða þú veist, hann hefur vesinu með matræðið inn á milli, ég hef myndið aðstofað við það. Hann hefur vesinu með borðsíðina, hann er að bæta sig mikið þar endar. Þó litla drikkju, ég meina, ég hann oft með hann austur og hann er oft... Já, það var 2008. Hann giggaði svomandi eins og sko. Það var 2005. Og þú veist... Og svo er hann alltaf... Þú sopnaður í DJ-búrunum. Já, það var 2005. Og svo er hann... Það er 16 ár síðan. Og svo er hann ekkert aðeinslega gráður. Og það sko... Sko... Djúðlíðum við illa með. Hvað er svarið þitt? Hvað hann er... Horny. Góð. Ói, hvað? Heldur ég að sagt þér blöð? Já, þannig að þú heldur hann að bara sagt það í fyrstu 2 spurningunum, bara hvað hans er graður. Graður og hvað er horny? Býta þess, heyrum svarið. Kynlíf og horny. Nei, það er hvað er kvatvís. Yes, það er littar ágætt svar. Það er bara hár rétt í ánum. Sko, Rikki er að spila leikin rétt. Já, hrósaður hana. Fyrir aftur á þig að ég spurði Rikka hvar líður þið best. Hvað heldur hann að svara? Hvar líður Rikka best? Já, ég myndi halda hún líði best sitjandi og ofan á eldhúsborðinu heima á sér. Ég fer að stoppa. Þetta er bara komið gott. Nei, út af því að sko, hann best gaman að sitja á eldhúsborðinu heima á sér, sko. En hann er líka stundum ofan á ef hann er í gír, sko. Nei, ekki ljúga þjóðinni, maður setur því það. Ljúga þjóðinni? Þetta er með líði best að sitja ofan á eldhúsborðinu heima með það. Hverju líði best það líka? Nei, maður setur ekki, fórstu eins og baku. Já. Það var út á golfvelli. Það líður honum best. Ok. Svo spurði ég Egill, Rikki, hvað svaraði hann? Hvað líður honum best? Já, ég tel mig þekki Egill mjög vel og ég veit að Egill er hvergi betur en á Harry's með 1 strawberry daiquiri á tenni. Já, hann grunaði að þú myndi segja að hann breytti svarinu sinni í heima. Hann liði best heima. Liði best heima, jésús. Hvað, býtu? Það er 0-0, það er einn spurning eftir. Ég tippa það á Richard. Ég ætla að gefa Rikka stigan. Já, er það ekki? Þannig að hann breytti, er þetta ekki svindla svo mikið? Já, ég sko, núna þarf ég eiginlega, þá, ég verð að falla hann á punkt í sér kenni. Rikki, ef að Egill mætti hafa leikið að hlutverki, hvaða mynd sem er? Hvaða mynd hefði orðið fyrir valinu hjá hann? Ég ætla að segja að hann sé Sly Stallone í Tango and Cash. Tæft, hann var að hugsa. Það var Predator. Já, bara að láta byrjunartíðin, sko. Ok. Ég spurði Rikka ef hann hefði mátt leika að hlutverki, hvaða mynd sem er? Hvað svaraði Rikki? Þú getur jafna leikinn, síðasta. Ég held að Rikki hefði verið mjög góður til dæmis í Tommy Boy til dæmis. Sem Chris Farley. Hann er, veist, ef þú hugsaður út í svarið, Rikki, þá er þetta sennilega skásta svarið sem er komið fram. Já, það er flottur þar, sko. Og líka í Planes, Trains and Automobiles líka, það er flottur þar. John Candy þar það. Þetta er mest út af því að þú ert fyndinn.
Er það ekki? Já, jú Hvað ætlar að svara? Tommy Boy. Nei, það var Hangover 1 Hlutur ekki sem sagt Galifianakis lék Þú þetta leist það örugglega mjög vel líka sko. Rikki, þú ert sigurvegari í þessari keppni takk. og ég beði afsökunar hvernig Egill hagaði sér og hann eiginlega svindlaði þannig að hann verður tekinn á teppi hér helgina Steindiði aldrei leyft honum að komast upp með þetta Fyrirlust FM 95 blöð hér á FM 957 og við Rikki gerum mættir hérna í klefan góðan, við erum ekki beinni útsendingu núna djöfulli langt síðan að við vorum saman hérna tveir ekki Ég bara man ekki eftir, var ekki bara fyrir COVID eða eitthvað? Jó, það eru svona rúm 2 ár síðan held ég Gaman að vera mættur í klefan? Já, bara gaman að fá þig, elsku vinur Sko, það er eitt í þetta sem að mér langar að gabba því sem ég hafði alltaf gríðarlega gaman að Er það sem ég held? Já, býtu, herru, þetta hérna, bara stendur preview hérna, má það ekki alveg vera það? Jú Já, okay. Jú, ég held þetta sé að þið grunni hvað átt að fara í Já Er það veistu stjórn? Skotin maður Uppáldum mitt er sko nema, núna ætla ég ætla að leikst þér aðeins betur Ég var að hugsa þetta í gær og ég fór svo og ég fór eiginlega að hlæja bara sjálfur Ok Nú vil ég að því að bóra COVID og svona Nú vil ég að hringi bara ég vil eitthvað randonúmer og þú mátt eiginlega bara segja basically eins og sért að selja bara tryggingar eða eitthvað Ég vil þú taki bara eitthvað svarar Já, kontu sæl og blessar Rikki G heiti ég hinn eini sanni ekki vil svo til að þér eða einhverjum í fjölskyldur vanti veislustjórnum Sko, og svo er hérna annað tvist Byrjum að þessu, ég ætla að við tökum 2 símtöl Trúðu mig, tvisti verður verra Ok, við byrjum á, þetta verður þægilegra á einhvern skrítin átt, tökum símtöl En byrju, ok, ég segist það Rikki G En ef að gæin að kona þekki mikið hver er þú, hvað er þá að segja? Það var að segja, nú Rikki G, hinn eini sanni lýsandi og útvarpsmaður Og ég barasta Já, góðan dag, Jóhannes Það er hann Já, góðan dag, Rikki G heiti ég, hinn eini sanni Fyrir ekki Rikki G heiti ég, hinn eini sanni Hérna, ekki vill svo endilega til að þér og þinni fjölskyldu vanti veislustjóra núna á tímum COVID Nei, aldrei ekki Nei, ekkert að gerast hjá okkur eitthvað á næstunni Jú, mikið En engin þörf fyrir mig Nei Nei, ok Herðu, ég hérna bara takk fyrir, ég ákvað bara kanna Það verður sko málið það við verðum að hringja tilbaka og ég verður að segja sem að grínast Þetta má ekki fara á flug að ég sé actually að hringi fólk Sko, það er eitt síndal svona viðbót En sko, það var nóg framöndan Já, það er bara eitthvað þörf fyrir mig sko Það var hellingu framöndan, jú, nóg framöndan Það er eitt en svona, svo er eitt síndal með tvistunni Því að tvisti verður viðbjór, ég ætla ekki að láta það taka þannig Nei, ok eitt en svona og svo er það með tvist Jóhannes áfram með það? Já, annar Jóhannes hérna Svo fyrir við konu með tvistinu Já Jú, góðan dag, Jóhannes Það var sér ekki að tala með hann Afsakið, ég hringdi í annan Rikki G Jú, ég hringdi afsakið bara þetta Já, skellt á Varst að gera þetta viljandi það? Ói hvað það var það Gæn hér Já, er það ekki ekki Ói, ég er svo sveittur á bakinu Ok, nú fyrir við í nú fyrir við í hvern mann og nú kemur tvistin Förum bara í Jóhannu, við erum að vinna svolítið með þetta Og nú þarf það að segja við Jóhannu Jóhanna, Rikki G heiti ég og ætlaði svona að tjekka hvort að einhverjum hjá þér eða fjölskyldunni vantaði veislustjóra eða skemmtikraft á næstunni og ég er komið nokkur ný tvist í mína veislustjórun til dæmis lýs ég að það er eitthvað að gerast í partíinu og svo þarf það að segja, já þannig er hún að fara að taka sér sopa og þvílíkur sopi Nei og þvílíkur sopi Ég get ekki gert Þetta er svona ný tvist Ok Nei, ok Ég ætla að fyrir ykkur í Jóhannu og ef þetta er alveg hræðilegt þá ertu bara laus, ég lofa Ok, takk Halló. Jú, góðan dag, Jóhanna Já, Já, sæl og blessuð Rikki G heiti ég, hinn eini sanni já, sæl. Ég er nú bara svona að kanna hvort að þig eða einhverjum úr fjölskyldunni þinni vanti veislustjóra eða skemmtikraft eitthvað núna á næstunni á tímum COVID
Nei, ekki eins og ég er. Nei, sko, ég er kannski ekki allir sem vita, en ég er svona aðeins búin að hafa tíma, ég komið svona nýtt tvist inn í mín skemmtadri. Já. Svona bara eins og ef þið eru með eitthvað veislu og þú ert kannski bara svona að standa upp og fáður drikk, þá get ég, og Jóhanna er að standa upp og hún er að fá sér 2 vodka í kók, því lítið honlega, svo bara tjöggar þetta. Eitthvað neður svona. Já, ok. Einmitt. Já, það með ekkert sem vantar. Nei, ekki í augnablikinu. Herru, hérna bara takk fyrir kjalla. Já, bara vondi genguði vel. Takk kjalla. Já, bless. Þetta er ógeðslega sem ég hef gert á ævinni. Ég terlar ömmur. Sko til sjálfum, þetta var Klefin Rikka G, veislustjóri og hann er nú fanda veislustjóri eða vantar þetta slíkan. En ég held að þetta bæta sér útrunum hér. Nei, þetta er stemming. Nei, ef það er að gæsa eða steggja eða eitthvað svona, þá getur við að lýsa það sem er að gerast. Alveg frábært. Já, hafa þetta lokaorðin. Þetta var Klefi, veislustjórin Rikki G og Rikki, þú fórst á kostum, ég veit þetta var óþægilegt. FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Hárið, þetta er Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllin sem fær ykkur FM 95 Blu er að fara að mála. Þá er það Slippfélagið, herruð búi, ef þú ert að hlusta, þú lofar að koma að fylla á Túborg-kjallin okkar hérna, hann er tómur. Álur skellur. Já, hann var búin að lofa, hann kannski fatta hann að við vorum ekkit rosalega spennti fyrir bjór í dag, en hann má samt fara að fylla á hann. Richard, þetta er búin að vera eitthvað í kælunum með það? Nei, ef einhver er með fjárhastasönnum, þá er það ég. Það er reyndar hárrétt. Og svo minnum við á, ef þið kaupið 2 pítsur hjá Shaken Pizza, fáið 3. pítsuna frýtt og það er happy hour frá 9 til 11 alla helgina. Þetta er sem er rosalega tilbúð. Hvar var það tilbúð þegar ég var úlingur? Þú gæst bara farið í Keiluhöllin og fengið happy hour alltaf. Já, kaupið 2 fyrir eina fríum. Shit, Jóir, hann er ruglaður. Einu staður sem bauð upp á þetta þegar ég var yngri var held ég Nellis. Já, það er happy hour. Þegar ég var á Opus og bauði upp á 5 í föt og 1000 gallar en Opus, hvað var hann? Já, þegar ég sopnaði nokkur græjunum. Já, hvar var Opus? Hafnarstræti. Já, ok. Og sopnaði Richard á græjunum. Það er rosalegt. 2005. Og fegst það gigga aftur þar eða? Já, Það er búin að DJ ykkur 60 ár. Já, ég er búin að vera lengi. 60 ár? Já, þú veist, hvað er langt síðan 25 ár? 16 ár. Ok. En það er hins vegar komið að dagskrárlið sem að ég hvað svona hræðist mest í þessum þætti sagt áður, það er spurningkeppni Gilsarans og byrju, hvað varst áttur að vinna með? Sko, King of Being a Movie Star. King of Being a Movie Star. En þetta er svolítið svindl. Nei. Ég meina vanlega þú ert fyrir Steinþór og hann er... Ég hef ekki leikið einni bíómynd. Það meirinn að það væri meira sangjarnar ef það var Steinþór versus Pope. Já, þeir hafa leikið í bíómyndum. Já, þú leikið hinn og þessu það ekki? Nei. Það kemur allan ljót, bara keppni. Bara allir léttir. Já, ok. Og sko, ég með svo mikið að spurning Lukka, hún er margar, það er best að byrja bara. Já. Hefur þú fallið LA? Já. Nei. Sko þetta aðna tengdist til þess að ekkert bíómynd. Nei, ég veit það. Ég hef bara ekki farið, eina skitt sem ég farið til Bandaríkjana þegar að Blöð fá með mig, þá fór ég þessar 6 borgir en LA var því miður ekki eina af þeim. Nei, ég held allt úr að fallið LA sko. Nei, en mér langar. En ég get ekki svarað í játandi. Samt af öllum þessum borgum þá er LA ég myndi alltaf miklu fyrir að fara til New York. Ég myndi ekki taka það, en ég hef ekki farað þangað. Ég enda, mér leitist ekki til LA ég búin okkur. Nei, þetta er Sunshine gott veður. Blöð komið strax í fórustu og þetta var ekki einu svona kvikmyndaspurning. Skýta fokkin kuldi í New York sko. Já, ég er 1-0 Ok, það er 1-0 fyrir 0 stig Richard. Hefur hitt Hollywood stars eins og til dæmis Samuel Jackson, Gordon Ramsay eða til dæmis Keanu Reeves? Nei, ég hef ekki gert það. Engana var með þetta skammar og bæði mynd með öllum þessum 3. Já. Ég hendi í huge fan sem er agalegt. Það er rosalega. Þau öll. Ég er bara rugglaður. Ég var ræðið þetta í blöðkastinu daginn sko. Á datt krókurinn inn. Já, það er bara, ég næði þess að gjur mér. Það er kona mín að deyja á stressi. Einn vinkonin er búin að vera í sambandi ansi lengi með Eddie Murphy og getur myndi að fara í brúðkaup hjá þeim. Ég myndi ekki fá að taka síma með mér þegar ég sko það er meiri líkur að fengi að taka riffil með mér heldur en síman heldur. Nei, þú ert alltaf að taka síma með þér, það er brúðkaup sko. Það var reynda rosalega. Ég er strax komið 2 mikið myndum og getur Ég er strax komið 2-0 undir. Ég fæ sennilega ekki punkt í þessu. Jó, ekki vera negative, Nelly. Þú veit að vera movie star ekki bara leikið í bíómyndum. Svo, ég tæði spurningar og hvoru er eitthvað þú leikið í bíómynd En kannski ekki bara sagt þau eru hitt Hollywood-stjórnu punktur eftir að nefna ykkur á nöfn. Nei, bara ég tók random til nöfn. Hefur skroppið morgumat á snekkju? Nei. Já.
Þetta er leiðilegt Já, ok. Þetta er leiðilegt sko. Hefur skroppið í morgumat blöð á snekkju? Já. Já, var það ekki núna bara á dögunum eða? Já, og hefði gerst það með þessu áður. Já, akkurat. Þetta er rosalega, þetta var ekki first time sko. Nei. Hefur þú verið með aðalhlutverk í bíómynd sem var tekið inn á virtuðu kvikmyndahátíð í heimil Locarno Film Festival? Hvað bull er þessi spurningar? Það finnst einhver gaman að hlusta á þetta. Gutti fær öll stíðin og ég fæ ekki neitt. Þú veist, þetta er allt bara að plana fyrir blöð. Nei, þetta er ekki svona, veist ekki svona Þetta er bara að plana og ég fá 0 stíð. Þú veist ekki svona hvernig, Richard, það er bara 4 spurningar búnar sko. Nei, þetta að finna. Já. En já, þetta, Ég fór eðlilega ekki til Locarno. Var ekki búnt hana? Nei. Þessi keppni verið 74 ár, Richard, sko. Já, ég veit það, en það bara Kannski eitt hefur verið áður við að mig. áður, sko. Þú að vita það er ekki að fara að með Það eru nokk, sko, þú átt punktað inni, sko, málu á hreinu. Okay. Hollywood-stjörnur, þegar þær mæta á klagan, gista mjög oft á The Retreat Hotel, en það er rosalegt. Hefur þú gist þar? Nei. Já. Hörðu, ok, ég er ekki, þarna hefur þú punkt. Fertug samanleskjöf og það er hérna svo í Rosin og The Retreat, flottast hóldin sem ég gist á. Mér langar mjög mikið að fara ánga, en ég hef ekki... Þú er alveg getað gist hana. Auðvitað? Já. Þarna er ekki að fikk punkt, Richard. Þannig að það er ekki eins og þetta sé allt eitthvað. Nei, ekki gist hana, því miður. Sögðu við ekki eitthvað við þau, hérna, ef það er eitthvað markastjórað eitthvað að hlusta, við gerum allt ef við FNÍFM blöðu fáum að koma að það. Já, þau eru ekki ennþá búin að hafa samband, sko. Nei, Það er ekki bara líka spurningum að gefa mér þá, já. Þú getur farið út oft hérna svona wacky sidekick. Með þú kemur oft inn Það talar um eins og þessi skúnsk og lári. Það sé ekki sidekick. Þú ert oft wacky Herru, við getum alltaf árið, hvað er mikið eftir þessu? Nei, en ef það er hringt í ykkur frá Retreat og þau vilja að spæsa okkur, Richard kemur með. Það er gaman. Hafa virtir miðlar eins og til dæmis, ég veit ekki, Variety eða ScreenDaily.com skriðu okkar greinar um þig nýlega? Nei. Er ég búin að hafa punkt alltaf? Hvað er staðan? Sko, er ekki Það er verið að pakka þess. Já, eðlilega. Nú ekki að vera Bína Movistar, ég sagði þetta, má ég spyrja af hverju finnst þetta einhverjum gaman að hlusta á þetta? Nei, það er bara alltaf eðlilegt að vera 6-3. Af hverju? 0. Af hverju 6-3? Það er bara átti því þú veist það er marga eðlilega spurningar. Ok, nú kemur einn. Hefur á síðustu 10 dögum fengið kampaðinsglas? Já. 7. Nei. Ég var í útilegu. Átti ég að bara poppa sjampó þar bara? Nei, en allir til varnar. Þú er alveg getið að vera með kampaðin í fellísinu? Já. Já, ok. Nei, það var ekki þannig. Ok, já 7-0. Ég hef aldrei séð svona. Hefur að fara á snekki og kvikmyndahátti eftir að fullu salur klappaði fyrir myndinni? Þetta er komið gott til mér. Ég er búin að taka mér headphone-in og nenni ekki svona pyrra með þessu. Er það þannig, þegar Richard er í mótlæti þá fyrir henni fílu? Nei, bara í mótlæti. Þetta er bara one way traffic. Nei En þú veist alveg, af hverju átti ég að fara í eitthvað eftir klapp í eitthvað Sko, þú er líklega ekki bara að vinna þessa keppni. Ég er ekki alveg henskilið með það. Svo var líka alveg svo vitlu sem var að koma inn öllum hrósónu sem voru hátíð. Já, þetta er bara vandræðilegt. Ég held ég aldrei í sögafni blöð, það aldrei byrja 8-0 í einni keppni. Ok, er þetta ekki bara mikið blöð? Þetta ekki að búið þetta ruglið? Jó, hefur lendið því að vera að labba bara á götu í sakleysinu í Sviss og blaða með stoppuð og hrósuð myndin þinn? Það var ekki þannig. Blöð, ég þarf að svara fyrir þér hana. Það er 9-0. Ok, ekki. Nú ættir eiginlega bara að fara heim. Ættir ég að fara heim? Ég vil að þú ættir bara að fara heim. Þetta er eiginlega bara hann að ég og Blöð kláruð þátti 2 og þú fara heim. Þetta er svona, þú veist ekki, 1 punkt. Þetta er náttúrulega sko, svo ég tek upp hanskan fyrir Rikka, þó ég hef haft gaman að þetta er ósangjarnast að kepp. Þú varst basically bara að segja allt sem gerðist í vikunni. Hann geta alveg að fara á snekju, hann geta að hitt Keanu Reeves, hann aldrei farið á Retreat, kondi ég veit það, hann aldrei fengið sér kampaðinsglas, hvað er það? Ég hef oft fengið með kampaðinsglas bara ekki á síðustu 10 dögum. Ákur var það síðustu 10 dögum. Já, nákvæmlega. Það er kannski að þið þú vissir ég var í útilegu eitthvað staður út á landi eða? Ég er ekki að þú valdi svo áður fór ég sexy time að taka eitt kampaðinsglas. Sexy time? Já, það ekki. Það er nú svo hann að sagja, varstu lucky að fara Nei, alls ekki. En er ekki rúm í þessu felli? Jú, það bara ískrar meir en allt sko, það með það er ekki að fara að gerast. En hvað heldur að ískrar þannig að heyrist það bara í næstu bíla eða? Já, bara næstu hísi og bara hallar og... En okkur færir ekki svona lín með það if the fellis is rockin', don't come walkin' eða knockin'. Új,
Nei, ég ætla ekki enda við Ég er með 7 ára krakka í þessu velli sko. Herru, þetta er samt þetta er fyrsta sinn sem ég fæ fullt hús í spurningi. Já, 9-0 Máli, ég þarf að taka sko rematch út af því að alltaf Steindi er national movie star líka Já, Steindi hefur orðið pirraðan. Það var svo mikið verið spurning close call sem í honum tengdust kannski. bara síðustu viku sko. Þannig að það er Ljósið hann líka Til hann ekki blöð Já, takk fyrir það. Þetta var spurningkeppni Gilsarans. King of being a movie star Á smá brekka Richard en Hér smá fyrir við í styrla starrindi flottilegkeppni og fleira. En hvað er þetta? Dancing in the Moonlight. Æ, Rikki, minnst þetta ekki gott lag en fákitt. Rikki lit með heyra það, menna lagið spilaðist. Bannað rakkanu tónlistina hér á FM. Rétt En þetta var Dancing in the Moonlight og ég verður ekki naða. Minnst þetta bara með betri lögum sem ég heist hérna langan tíma. Veit ekki hvert Egill er farin. Ætla hann að ekki fara. Egill, konur inn. Þarna kemur hann labbandi. Þessi vitleysingur. Við ætlum að róa þetta eins áður en að við förum í hvort myndur frekar sem eru ekki við lengir ekki, þú hendri það ekki Rétt Þá var að það fólk að fara á bylgjuna sko Það var vel Nei, þetta er nú ekki gróft og aðra liði en sko, sturlaðar staðreyndir drengir, þær eru nú ekki á hverju föstu en þær eru mjög góð núna ég ætla nefnilega að hafa reglu ef þær eru ekki það góðar þá ætla ég bara að sleppa þeim þær eru búin að vera öll árin en þær eru mjög góð núna þó ég sé sjálfur frá og ég held að ég eftir að fíla þér eitt af þessi kjaftaði fyrsta sturla staðarind dagsins ef að jörðin myndi stoppa þá myndi fólk þeytast á 800 km hraða á næsta veg og deyja þannig að við myndi hægt að snúast Þú er einn hrósaskítur eða? Já 800 km hraða Það var ef að jörðin myndi bara núna stoppa hún náttúrulega snýst Já. þá myndir fjúka á 800 km hraða bara á næsta veg En þá myndi stoppa í rólihitan Myndi það samt fara þá Ef hún myndi bara snögg hemla þá færir bara 800 km hraða næsta veg Já Líklega ekki lifa það að Nei. Já, ég veit ekki hvort þetta sé sturlu starrend fyrir þig Egil en allavega áhugaverð fyrir þig Arnold Schwarzenegger blikkar aldrei í Terminator 2 Já, það er líka sign of weakness að blikka sko Og hann er að gata machine hann sko síðan hvernig, það blikka allir sko síðan hvernig er það sign of weakness Það er nákvæmlega það er hvað, að blikka? Já, þú veist Ertu ekki alltaf blikkandi sjálfur? Og ef þú myndir sjá hann sem að robot eitthvað blikkandi augunum eitthvað það veist hann Já, ég skilur það sem Já, robot en ég vissi ekki að Þegar sign ég of var aldrei búin að spá í þessu En ég vissi þetta ekki Já, reynda kannski hérna, þú eru að tala um sign of weakness það er kannski eða út í póker, þú ert að blekka mikið þá ertu hún stressaður Grátur losar stresshormóna sem er virkilega gott fyrir líkam á taugakerfið þannig að þú átt að gráta eins oft og þú getur Grætið þú mikið blöð? Nei, sem betur verið því að ég reyndar bara eins og í vikunni þá grét ég oft úr hlátri ég held að það flokkist það saman sem grátur alveg svo hitt Líka losa stresshormóna bara með það og reyfa þig Svitna í ræktinni, þið gerir það nú reglulega félagarnir í skvass og öskra hvern annan og stundum slást Já, Rikki hann með stundum að svitna og grænja á sama tíma þegar ég er að pakka hann saman í skvassi þannig að það losa rosalega En þú, grætur mikið Rikki? Nei Næstu hvernig fórst að gráta síðast? Ég bara bara svo Ég næstu í grét hérna þegar ég vaknaði eftir abakarinn á Tenerife því ég var það lítill sko Já, við gætum að fara aðeins betur í það og eftir ég ætla að halda áfram með stöðlar Jú, herru, ég reyndar, ég fór eiginlega ég fór ekki að gráta en ég táraðist í bíó í lokanum, við viðurkenna Já, þetta var náttúrulega, já, út af þetta var emotional scene Njá, þetta var bara svo allt eitthvað svo stórt alveg frá því að með sveppa hann og hliðina með bara frá því við gerðum ógeðstrekk yfir það að við vorum bara aðalhutverkin í bíómynd í Tróðföllum sal Rétt Því hraðar sem þú drekkur áfengi já, það ég tók að það verið þeir ekki hún er kannski ekkert sturluð en þú ætti kannski að hlusta Því hraðar sem þú drekkur áfengi því meiri líkur er að þú drepist áfengistöða Já, yes Þannig að drekka hægar Mér til varnar þá hef ég lært mjög mikið á undanförnum árum Já, það er helviti langt síðan maður sáði dauðan fyrir utan rauða ljónið Já Það er svona, þetta er insane fact sem segir að eila sjálf og drekkur hratt og meiri líkur og drefi sko sturlust Nei, þetta er eiginlega bara Ég hugsaði bara til Rikka þegar ég sá hana Var á peppaður og gaman að þetta í gang með félugum Richard er komið betra þól í dag en hann í gamla dag Ég sé hann sofandi og austur svona öglega svona, ég veit ekki, íkja svona 90 sinum 90 sinum? Já, það er helviti oft sko En í dag ekki drekkum mjög hrattir ekki Hann höndar það Þú verður eins og krakki bara og fambar Þetta er bara svona eitt málum með ég er svo ör og allt sem ég þarf að gera, ég er svo peppaður alltaf sem ég er að gera eitthvað eins og bara, þá bara fokkar ég verið að koma mér í gang og eitthvað svona, svo án ég veit af þá hérna en ég er búin að læra Já, Grikkir notuðu brauð sem dildó í gamla dag
Grikkir notuðu brauð Mesta kjaftaði sem ég heyrt Það er fólk að stilla á byggja nú. Nei, hvað má ekki segja þetta? Ég veit það ekki. Það tala bara svona Þetta bagettbrauð það? Hæ? Þetta bagett bara Hvað heldur það standi? Ég veit ekki Nei, þetta var rúbrauð Meinar þið maður Þetta er svo Þessi mesta kjaftaði sem ég heyrt Þetta er mannjúrin Grikkir eru eitthvað skrýtnir. Það hefur verið veg sem Rikka gamla dag Maður er búin að geta dildóinu frá konunum sinni sko. Já, Takk Ef öllum peningum heims Já, það er þessi mjög ákvæmverð Ef öllum peningum heims er dreift á alla íbúa fengi fólk $56,000 á haus eða tæpar 8 miljónir ok. Þannig að það er 8 manna haus? Já, þannig að sé 5 manna fjölskylda og þá er þetta bara Já. Það með að í rauninni Vá, og hvað eru við mörg? Er ekki eitthvað 6 að 7 miljardar? Já, það er skass Já, svo er að borða kertavax getur hjálpað með stinningu en hvetjum engan til þess að gera það samt að vera að geta kertavax, það er eitthvað gríðarlega Alltaf með stinningu. Og svo er það síðasta Sviss er eina landi í heiminum sem getur komið öllum íbúum sínum í bunker neðanjarðar ef að veri gerð sprengjuárás eða loftsteinn að koma Við vorum í Sviss Við vorum í Sviss, já, þannig að við getum komist í bunker ef eitthvað er gerst koma öllum, eða koma 110% stóð þannig að þeir hljóta að Það er fucking amazing. Já, Túristarnir og allt líka nú spyr ég hvað er svo að kæfta þið? Ég vil segja bagett brauðið þarna í Greiklandi Já, það hefur ekki verið að nota sem dildó Egil Hvað heldur þú Ég veist eitthvað skrítið að sko kertavaks og með stinningu hljómar, Ég hugsaði það líka það hljómar bara en málega þetta er of augljóst sko þegar blöð, það hlýtur alveg rétt sko blöð hann er góður í dag að fela the manure sko þannig að sko fuck Ég kalla bara bullshit með alla peninga heims. Alla peninga heims, nei, þetta var ég átti miklu merðuleikum með að finna hvaða kjafta er og svo horfði ég á kertavaks og bjóða til að stanum. Nei, það var of augljóst hann reverse pakkaði mig saman, það var of augljóst en maður sá það ekki. Bad Habits, Ed Sheeran hann okkar við þekkjum drengirnir Bad Habits og komið þeir allir fram í þessari ferði hjá okkur í vikunni held ég. Djöfull er óþægilegt að vera útbúna heimferðin er alltaf viðbjóður einhvern veginn, það er agalegt maður er alltaf svo lítið lýsir á leiðinu heim einhvern veginn og Þið voru aldrei að blitlir í ykkur og ég á Tenerife Já, hvað var það? Hvernig varstu svona lítið lýðir? Hvað sagði það hann í Abagarði? Já, sérst, daginn eftir að við fórum í Abagarðin Já, er það hérna sama ferð og Egill er alltaf að tala um? Já, við fórum í Monkey Park og við vorum á United Liverpool og Já, þetta byrjaði þannig að hérna, það var Manchester United Liverpool og vöknum við bara snemma og Stóðum ópeppaður? Ja, mjög ópeppaður og hérna nema ástæðan fyrir ópeppaðast að því Egill var að rífa kjaft við Liverpool-vinni sína og fann að veðja svo mikið við þá það voru að setja pening þarna að því Egill var svo vissum að United mynd vinna Liverpool var klárlega svona líklega raðilinn og við sátum þarna á okkur bara á móti hótelinu og United vann hennar leik og við vorum bara svo rosalega peppar í leiknum að Og eftir leik voruð þá leiðin í Abagarðin með fjölskyldunum? Já, strax eftir leik Strax eftir leik Leikur var bara, þetta hádegisleikur Já, þetta var hádegisleikur Og Strawberry Decker, þannig var ekkert eðlilega góð Já, mjög góður og það var ekki bara það við vorum komnir í, ég var komin í G&T og maður bara, herru, ég var í frí Akkur horfir og svona á mig blöð Ég er ekki að horfa þig Ekki dæma, sko Þannig að þú ert komin vel í það til að leggja staði í garðin Já, það er ofsögum sagt Hvernig farið í garðin? Leigubíl? Leigubíl, og Þú varst þú ekki að reyna að borga leigubílinn með söngu svo pabbi minn þegar ég með honum á tenni Nei, það var ekki þannig Ég var nú eiginlega bara kýsa Og gekk það? Nei, það er eitthvað rugglað Eina sem ég man vola lítið Eina sem ég man eftir í Abagarðinu er þegar kona var öskram þá var ég að klappa einhverju skjaldböku sem ég mátti ekki klappa Já, Valdís var ekki hress sko, pistalega þó hún, þú veist, sá þig þú veist, þá sá hún bara, þú veist, í gýr en síðan varst það að klappa skjaldbökunni sko, varst alltaf dýrabökunni á hann sko Já, ég var að klappa dýrum sem ég mátti leiktur að klappa Já, og mannst þú svo bara ekkert úr garðin? Nei Hvað gerðu þið eftir Abagarðin? Þá fóru við eitthvað moll og vorum þar eitthvað og ég var svona ráfandi mollið þarna með öllum og svo bara held ég að síðan sem ég man eftir ég let mig bara hverfa Já, hvað er klukkan þá? 11 kvöldið eitthvað Dagun eftir að brekka og svo vaknaði ég deginum eftir í hótelherbygginu og hérna já, ég vil helst gleyma þeim degi sem strax sem fyrst Mjög lítið þá Já, það var Fannst þú búin að eyðileggja fríið? En ég elska T.N. Richard sko
En þetta líka alltaf þegar maður að fara heim eftir svona ferði þá er maður alltaf að hugsa, býtu hvað sveitið, maður færi alltaf svona eitthvað nett panik og stress. Hún var, sko, að versta við að hún var að útskýra fyrir mig hvert einasta move hjá mér í abagarnum, ég man það ekki, sko. Það er þreytt, sko. Það er ekki gott. Þarf ekki að fá okkur skýslu með það. Nei, en svo fór ég árinu eftir í abagarinu og þá mætti ég bara með vatnið og naut þess að vera í abagarinu. Já, mannst eftir abagarinu þar. Já, rúmlega, ég var edrúar. Það er góða garður, sko. Það er ekki eitthvað sem þú þarfst að monta þá og hafa farið edrú í abagarinu. Þú fékkst heimaðarkeppni og það var að semja kortmyndur fyrir ekkert sem hefur gefið í langan tíma hérna hjá okkur. Yfirleitt er það mjög dónulegt. Nei, þetta er ekki dónulegt. En ef þetta er ekki HK hjá alls ekki. Ok. Sko, þú sendið mér allavega í gærkvöldi að þú væri komið rosalega spurningar. Já, ég er ánægð með þetta. Og ég fór ekki neitt á neti, ég samdi þetta sjálfur. Þetta er 3 ár. Já, þetta eru 3 ár. Það sem þið báðir unga barn. Hvort myndið frekar og þurfa að gera þetta í heila viku. Ganga með kúkableiu barnsins ykkar á hausnum í hvert sem þið farið. Eða í staðinn að rífa í spaða og í staðinn fyrir að rífa í spaðan á karlkynsvinn ykkar þá þurfa að rífa í félagann í staðinn fyrir heilsuðunum. Ég er náttúrulega heils aldrei með einhverju handabandi, sko. Já, en það er þannig. Það var bara, já, blessaður, nema í staðinn fyrir að rífa í en sko, þú heilsa félugum Þetta maður helsa clients líka með að grípi Ég er að tala karlkyns Það sem er karlkyns clients Já. Það er brekka sko Ég hitt enga félag Gegnum buksuna væntalega Já, hún er bara að taka og svona hrista bara það geta að séð það En byrju þar ég að vera með blegin á mig bara alltaf Í viku, já Þá myndi ég teka bara, ég myndi hitta sem fæsta og ég myndi gera það Basically ég myndi vera heima að mér fram að FN95 blöð og ég er svo sem gert verið hluti við ykkur heldur en það rífi í félaginu Já, en þú var viðskiptafund Hvað er það? Hvað er það að gera þá? Ég myndi fresta honum og ekki að sé eitthvað skára, ég mæti með hann með eitthvað skítablegu að matta það, sko Þannig að ég myndi bara, já, vera sem næsti heima hjá mér En mætti Blondell, þú veist, það var nátt með húur Setta kúkablegin á húu yfir Það mætti það, já Já, þá náttúrulega ekki Það var eina vond lykt Þá myndi ég húa Nei, lyktin er nefnilega ungaböndum, það er ekki komið strax Þetta er alveg lyktalust, sko Já, ok Þannig að ég tek, ég er ekki bara að grípa í netunar á mönnum til hittu það, sko, því með ekki staðið í því, sko Nei, ok Hvort myndið frekar vera að gera nummer 2 á almenningsklósetti og fyrir utan byggði flottasta konu á Íslandi sem veit hverju þið eruð en þið þekkið hann ekki eða fyrirhandi kærasta sem fær inn á eftir ykkur Það er bara fyrirhandi Er það svona Richard G. hæging frá skaftarhliðinni þegar kolbarni koma eftir þér Það er þannig hæginga Sem áraða þannig, það finnst vel þegar þið koma út á klósinu Myndir frekar taka fyrirhandi kærustu? Nei, mér er svo sem, nei Ég myndi ekki taka heitt Ég myndi taka ókunna allt Já, það er því að það er ekki eins og ég sé að fara að gera neitt Ég á konu og 2 börn Kannski skára Getur líka alltaf sagt bara að það var eitthvað Hafið þið tekið það? Það var eitthvað annar en að undan mér, sko Já, það var bara fyrsta sem ég myndi segja væri bara, herrið, Jesus, passa það inn í maður Ég rétt náða mig, sko Það er það fyrsta sem ég myndi hendi Passa það inn, ég rétt náða mig Ég hef líka gert það, sko, ef ég fer á klósett og ég verð að fara á klósett og það er ógeðslega lyktar eða ég sé bara, veist, ég lendi á þessu ég ætla ekki að gera veitingastannið að segja á hvað staða var ég lendi í þessu, það er svona 2 mánuðir síðan eitthvað það var bara, klósetti var allt í, þetta var bara ógeðslegt Var eitthvað bara búin að hæga sér og styrta ekki niður? Jú, búin að styrta niður en tók ekki bustan og þreif eftir sig Þannig að ég passaði mig að ég vildi bara, ég varð að fara að það mig en ég hafði bara hurðinu að opna Ég vildi freka láta lappa inn á mig að vera að pissa fyrirgeðu, heldur einhvern myndi lappa á eftir mér haldandi að ég hefði gert þetta og ekki þrifið þetta eftir mér Manstu í ferðinni blöð þegar við vorum að fara til Alicante og þú ert að lenda vélni í Ljútona því að klósettin voru stípluð Það var ógeðsligt Hræðilegt og leiðin í gólfferð og bara ógeðsli lykt í vélni þetta var eitthvað leiguvél Og hver var að hæga sér? Það var eitthvað, hún bara kolstíplu og lyktin að klóakinu þarna það voru allir að kapna sko Og bara tafði ferðinu um eitthvað 10 tíma þetta var ógeðslegt Það kom einhverju svona verðir til þess að hreins til þess að tæma klósettin sko Ef ég fer nú salerni almenni salerni og ég finn lyktina strax í snífið á punktinu Já það gerir ég svona 90% tilfella Það er bara held í mér og verða að drekka Nei hérna Þriða og síðasta Hvort myndið frekar segja óvart nafnið á fyrirhandi kærustin ykkar í miðju samlífi með konunni eða nafnið á bestu vinkonu konunar ykkar Þessi er eitthvað ágætt hjá þér Þessi er heldur góð Bestu vinkonu náttúrulega Óvart bara, þú ert bara í samlífinu og bara segjum að sérst að bara, erst að komast á leiðarenda Það er ekki sofandi út, glaðvakandi og segir eitthvað nafnandir Já, þú ert bara í miðju samlífi Þetta er ólíkt að lenda í þessu En ég menn það getur gerst En hvort myndur þú vilja gera? Segja óvart nafnið á fyrirhandi og konan eitthvað veit hver það er besta vinkonan Ég er þetta ekki bara að tvennu illu God damn the devil to hell Rakel er nú ekki típan til að Ég hugsa ég myndi frekar
segja nafni á vinkonunni. Já, ég sveið mig það. Ég eiginlega hugsaði það Svo sama. myndi ég bara segja, æ, dísis, þetta er bara, hún var náttúrulega lítið mat daginn eitthvað, þetta var bara að dætt eitthvað í hausinu mér, ég myndi ekki, ég myndi reyna að finna eitthvað, Það var í matjana. Já, ég var bara eitthvað að spáu hvort hún hafi skilið eftir eitthvað trefilegt í matnum daginn og agalegt að hugsa það í miður samlífi, sant? Ég held að það sé skárra heldur en að taka fyrir hann. Já, af tvennu illu Richard, þá held ég að vera sammálaður blóndi á það. Þið voru nokkuð saman í dag. Já, voru ekki með samansvarið bara alltaf. Já, þetta var hvort myndur frekar. Hér eftir smástum fyrir við í flottulega-keppni. Egill heimta að fara í flottulega-keppni og vildi hafa þemaðið hvaða lag situr á snekkju. Rétt. Heyrum það hér eftir smá. FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Það er eftir að hlusta hér á FM 95 Blu. Það er Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Rikki G sem hann situr hér í stað Steinda sem ákvað að henda sér hans í sólina til tenni. Hann verður svo mættur á þriðjudaginn þegar við förum í Blökastið, minna það inn á fm95blu.is og það er með þess að komin fyrstu aukaþáttunni þar. Það er viðtal við Seðlabankastjóra, þannig að endilega tjekkja á því. En við ætlum í Egill, þú heimtar að fara í flottulega-keppni, það fór ekki fram hjá neina sem fylgir á Insta að þú leiðir snekkju. Langt sem við farið það. Já, og þú vilt að hafa hvaða lag situr á snekkjunni. Já, ég hugsaði á snekkjunni sko, ég var að setja eitthvað góð lög á og og bara Ég farið samt á snekkju sko, þannig að ég tengi alveg sko. Já, ok. Á tenni. Á tenni. Já. Var það snekkja eða var það bátur? Þetta var samt eiginlega snekkja, það var rúm og allt niðri, það hefur hægt að kista þar. Blöð hefur farið í dýrustu snekkjuna sko. Hann pakka okkur saman sko, það er bara staðan. Ég var ekki að leigja hana. Sko, hver á að byrja þetta hérna? Er það Rikki, viltu byrja sem gestur? Ég skal bara byrja þetta sem gesturinn hérna. Og lagamæður hengir inn og kýs hérna ekki? Jú, svo er það 511-0957 og þið kjósið sigurvegara. Sko, ég ímynda mér sko, það er alltaf huggulegt að vera með snekkju kannski á snekkju með hérna konu en maður gerir þetta svo sjaldan, maður sér svolítið fyrir sem maður sé með einhverjum félugum maður er gaman og hérna fá sér hans í glas ég myndi henda beint í AC/DC og ég er TNT. Þetta er lagið sem þú myndi vera með á snekkjunni? Myndi hækka í bótt. Fólk er byrjað að ringja þetta inn, ekki ringja þannig að allir búin að spila. Helst að fá strandgæsluna til þess að kvarta sko. Ok, hér kemur lagið hans Rikka ef hann væri á snekkju. Rikki væri með á snekkju. Rétt. TNT, ágættis lag. Já. Þetta væri ekki lagið sem ég myndi hendi allavega. Nei, endar þú ekki ég. Nei, sem betur fyrr. Þó mér þykir væntu þig. Langar mig bara að vera ég. Það er best að þegja. Þá er Egill, vilt þú vera næstur eða ég vera næstur? Já, ég get alveg bara þú ræður. Give a shit. Ok, þá sko, ég átt að setja. Þú mátt alveg vera síðast blóndið sko. Já, er það eitthvað best eða? Nei, það er best að vera síðastur sko. Er það best? Já, best að vera síðastur þegar sko fólk sem er að hringin manótt bara síðasta lagið sko. Kýst það sko. Nei, samt ekki. 511-0957 þeir hringið þegar allir er búin að spila sínlög. Þetta er lagið sem þú situr á snekkjum. Já, málega, þetta er ég var uppgöt á þetta lag á You Locarno, þetta er nýja uppáhaldslæðið mitt. Það veit ég hvað lag þetta er. Hvað segirðu? Þetta er Drink Beer. Hérna, þetta er það er gott lag, byrja á 0102. Hann setti þetta á snekkjunu. Ég setti þetta svona nokkuð sinni, ég veit ekki það. The long-term benefits of beer have been proven by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. Drink beer. sem er komið leið á þessu lagi. Þetta varst þú að dansa yfir þessu snekkjunu? Nei, finnst þið það líklegt? Ég satt aftast og öskraði hann að setja á eitthvað annað. Strax skáraður að var að spila Celine Dion sem hann gerði líka mjög reglulega. Drink beer. Já, þetta er lagið sem ég myndi þetta er nýja uppáhaldslæðið mitt, Drink beer. setja á snekkjunni. Ég get ekki tapa fyrir þessu lagi allavega. Nei, ég er sá eini sem fór í íslenskt. Wow, Bubba. Nei, ég fór ekki í Bubba en ef ég er á snekkju og geggja viður og þá myndi ég bara hækka þessu og leggast aftur, þetta er frelsið maður. Já, þetta er fínt bara lag, að ég veit ekki liggja í það. sólinni með eitt ískaldan með frelsið á maður. Herðu, 511-0957, við ætlum að fá skorið úr hver er sigur er þessa keppni og er það upp í 5 stig drengir eða 3?
Milli vörum, 4 fyrstur upp í 4 stig. Já, af því að við förum að falla á tíma og við skulum heyra hvað hlustendur hafa að segja. FM, góðan daginn. Já, sælir. Já, sælir, hvað segir þau? Blessaður. Það auðvelt. Hvað gerir maður á snekju? Það I drink beer. Já, ok. Allan daginn. Yes, það farið þitt atkvæði. Punktur. Já, sjálfsögðu. Það sjálfsögðu. Herðu, ok, takk fyrir þetta. Meistari, elska þig. Þá næsta hlustanda, FM, góðan daginn. Já, góðan. Já, góðan daginn. Hver fær atkvæði þitt í þessari flottulega? Herri, stattur í timminu, það vantalega AC/DC sem tekur þetta. Thank you. Þetta var hrikalegt. Óvæntur punktur á Richard. Já. Óvæntur punktur, af hverju óvæntur punktur? Ég veit það ekki, ég bara... Þetta var gott fyrir Peppi, þetta var mjög gott fyrir Peppi. Ok, takk fyrir að ringja. Vinnur, það er allir konum með punkt nema Blöð FM. Halló. FM. Halló, Hér á FM. það er Rikki. Það er Rikki. Ég segi bara takk. Fuck. Rikki fór inn á þessu kjönd. Fólk er búið að sakna Richard, búið í frí ykkur 90 daga. Já, herru, takk fyrir að ringja. Það er 210-511-0957. FM, góðan daginn. FM. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði í þessari flottulega kjarni? Það er engin sveitamæður að fara að spila íslenska tónlist á snekki, sko. Men, Rétt. ok. Og sungar okkar eru heldur ekki á snekki, þannig við erum alltaf með gilsafnum í þessu, sko. Drink beer, drink Thank beer. you, kind sir. 2-2-0. Takk fyrir að ringja. Já, sveita maður. Blöð ekki punkt. Já, FM. Það er Egil. Thank you, kind sir. Það er ég ekki að fara að fá punkt hérna. Elska þig. 2-0. Ég hlust alltaf og takk fyrir góðan þá. Takk fyrir að ringja, takk fyrir að hlusta. Þá fyrir við í næsta FM. FM. Er þetta Ester og bróðin? Ég er útilokað ekki, sko. Þau hefur verið í bústæðinu núna, sko. Ester komin í rauðinu. Það er góð líkur á þau, sko. Ég pakkaði það saman. Ég fekk ekki punkt, Rikki, þú fekkst alltaf 2 stig. Nei, ég fekk 2. Það var djók, er þetta mann. Jæja, ég var að hugsa Fólk í cozy lag, fólk er vel snekki, fólk hugsa bara að drink beer og henda sér fram á og verið ykkur rugli, sko. Fólk í cozy í sunnundaslag, sko. Það er kannski rétt. Fjandinn af það. Rikki, Já, nú ertu þetta með okkur. já. Það eru töluð þarna á playlistanum sem bara verða að fara út. Við erum ekki að horfa á teiknimyndirna núna, sko. Við erum að hlusta á fyrir nýja blöð. Hvað er þetta? Fáránlega lag, sko. Æko með Justin Wellington. Viðbjöður. Annars Jesus Christ. Annars erum við fantagýr hérna drengirnir. Þetta búið fljóta líða, klukkan Heldur bara betur, 6 maður. Við byrja á fyrirlega þáttarins. Hvernig er helgin Egill? Sko, ég bara... Ekkert plan, ertu að jafna þig bara? Ég þarf eiginlega bara að fara að opna tölun og fara að svara e-mailum því ég er búin að vera bara í kveikmyndastjarnar núna í viku og nú ég er með clients, ég þarf að fara að hugsa þá. Já, ég ætla að vona að það er ekki að vera opna tölvuna þinn á Le Corno því að ekki hefur getað gefið góð ráð. Konuðinum. Já, það var ekki bara tími til það, sko, því bara ég og Mössurum vögnum fórum niður í fengum okkur morgumat og það var bara pantaði bjór strax og þetta var bara gamla skólinn, sko. Já, hann er að gamla skólan. Lítið með að ríða upp tölvuna í þessari ferð, sko. Já, Var óáfengur drikkur í þessari ferði þegar þeir ekki segja það? Já, það var 1 og 1 vasklas og Pepsi Max stundum. og síðan fann ég orkudrykki hérna og kaffi líka, ég elska gott kaffi, en málega síðan það er ekki planum á helgina, því miður, það er bara hérna, Er það ekki bara fínt? Já, ég held að það sé bara saman með mér. Það er ekkert planum helgina, eða bara að hlaða batterinn og reyna að skvassa, en Helgi, þú varst ekkert á okkur, jú, þú varst á ferðalagi en ekki erlendis, er eitthvað planið þér? Já, ég ætla að henda mig núna beint upp á eitt fallegasta golfvöll á Íslandi, Keilir í Hafnarfirði og ég ætla að fara í golf. Það er að fara beint í golf núna? Rétt. Það var meistarur þar. Herðu, ég er kom með góða makkar, ég náði að sjanghæða góða makkar með mér í game á móti Örvari Þór Guðmundssoni og Halldóri Ingólfssyni og með landsliðsmann í orðsins fyllstu merkingu. Landsliðsmann í golfið? Nei, landsliðsmann í fótboltarendar, hann er ekki landsliðsmaður í golfi, en við reynum að vinna í því. Hvað hot celebrity er það? Hörður Björgum Magnússon. Það er topp maður. Svona huggulegur. Ætla hann sé góður í golfið? Já, hann er alltaf að koma til. Virkar sem svona típa sem er alltaf á hreinu. Þannig að Örvar Þór Guðmundsson, ásælasta fyllibetta Hafnarfjarðar, er að fara að gólfa við... Basically, þú hefði ekkert að tekið með þér bara næsta mann sem þú finnir út á götu og pakka honum saman. Já, ég þekki hann rétt að koma vel í hann núna. Hann fór með okkur í golfferð, döðinn. Hann drakk ekki einn óáfengan drykk. Nei, drakk ekki einn óáfengan drykk og náði ekki einu pari á 6 dögum held ég. Þannig að þetta ætti ekki að vera vesen fyrir Rikka og Hörð. En handboltalegsendið Halldór Ingólfsson, hann er reynda með 4 í fórgjöf, hann er góður. Hann er góður, ok. Hvað spilið til að fara í svona? Er það Texas eða bara Við förum í svo kallar reggae game. Það er bara flókið að fara að útskýra það hér, en það er mjög skemmtilegt.
Mjög gott, við þökkum ykkur kærlega fyrir hlustunina í dag, elsku bestu hlustundur, og minnum á blöðkastið, það verður komin þáttur þar inn á þriðjudaginn fnifblöð.is. Já, þannig að þið eru ekki ásköndur á því, tekkið að því þá 3 þætti eða 4 þætti með auka þættinum og komið 4 strax inn, maður dæla það sinn. Já, við verðum og svo það verður í næstu, ekki nú næstu viku, það næstu viku, þá verður í fyrsta sinn í mynd. Já, það blöðkastinu. Maður að prófa nýja hluti félagarnir að vera on camera. Já, og þið sem eru ekki með blöðkastið, þá heyrustu bara vonandi aftur næsta föstudag. Takk fyrir í dag og eigi góða helgi.